Já, það hefur verið í gangi undirbúningur að stofnun nýs stjórnmálaflokks í Bretlandi, vinstra megin við verkamannaflokkinn og hefur hingað til gengið vel. Fjöldi fólks skráðu sig þar, ekki beint sem félaga, heldur sem stuðningsfólk þessa óstofnaða flokks. Ætla sig ekki 750-800 mann sem hafa skráð sig þar. En svo gerðist það í síðustu viku að allt fór í háa loft, eins og sagt allt fór upp í loft í þessum flokki. Og hér Guðmundur Auðunsson sem hagfræðingur og býr í London og fréttareitur okkar hér á samstöðinni í London. Hvað gerðist eiginlega, Guðmundur? Já, þetta svolítið merkilegt. Ég held að þetta megi rekja, það eru tveir svona aðalaðilar sem hafa verið í forsvari fyrir stofnun flokksins. Það annars vegar Jeremy Corbyn, fyrrverandi formaður verkamannaflokksins og svona veteran, eða það að segja búin að áratuga baráttu á vinstri vangnum, svona eldri svona politikus, elder statesman eins og maður sletta í svo aðeins á ensku. Hinn aðilinn rétt rúmlega 30 kona, þingmaður frá Coventry sem heitir Sara Sultana, hefur kom inn í verkamannaflokkinn þegar að Corbyn var formaður og var mjög ungur þingmaður, 26 ára gömul varð hún þingmaður og hefur sérstaklega verið vinsæl meðal ungs fólks. Hún var rekin úr verkamannaflokknum fyrir óhlýðnast og Corbyn var rekin úr verkamannaflokknum eins og frægt og Sara Sultana var líka rekin úr verkamannaflokknum fyrir óhlýðnast í atkvæðagreiðslu gegn því að ekki yrði hætt takmörkun á barnabótum fyrir fólk sem væri með fleiri en 2 börn, sem talið stór hluti í barnafátækt sem landlag hérna í Bretlandi. Þannig að þetta svona sagan. Svo fyrir nokkrum mánuðum að þá tilkynnti Sara Sultana að það væri í skipulaginu að það ætti að stofna nýjan vinstri flokk, sósíalískan vinstri flokk sem myndi vera leiddur allavega upphafi af henni og Jeremy Corbyn. Og það sem gerðist var reyndar að hún kom með þessi yfirlýsingu án þess að Corbyn virtist vera tilbúinn. Og þetta fór svolítið í taugarnar á honum, en það virtist hafa sljákkað aðeins aftur og svona lagast. En það var greinilega smá pirringur á milli þeirra tveggja. Þau komu auðvitað af ólíkum kynslóðum, komu inn í stjórnmálin með mismunandi reynslu og hafa kannski mjög mismunandi baklands. Og það sem að virðist hafa háð flokknum það að þau hafa verið að vinna svolítið sjálfstætt. Það Corbyn með sitt bakland sem hann hefur safnað að sér í sínum langa pólitíska ferli og Sara Sultana með sitt bakland sem mikið á ungu fólki sem hefur verið að vinna með henni og fólk sem kemur kannski frá minnihlutahópum. Hún af suður-asísku bergi brotin, Sara Sultana, og á ættir að rekja til Pakistan. Þannig að hún hefur verið átt töluverða svona bakland kannski meðal þessara svona minnihlutahópa, ekki bara suður-asíumanna heldur líka meðal kannski svart fólks. Og þau virðast hafa verið að vinna svolítið sjálfstætt, Flokkurinn fer á stað nær gífurlegum stuðningsyfirlýsingum. Það voru milli 750 til 800.000 mann sem hafa skrifað undir eins og þú sagðir. Og Sara Sultana virðist hafa farið af stað með því að safna eða sem sé að breyta þessum svona stuðningsyfirlýsingum sem var byrjað að safna yfir í svona formlega skráningu sem félagsmenn í stjórnmálaflokknum. Og þetta virðist hún hafa gert kannski án þess að allavega verið í beinu sambandi við Corbyn og hans fólk. Og þetta virðist hafa skapað svolítið úlfúð og komið upp á yfirborðið kannski svona ákveðin pirringur á milli þessara
ólíku stjórnmálamanna að mörgu leyti en samt félaga og lengi verið félagi fyrir hérna svona sósíalískri vinstristefnu í Bretlandi. Og Corbyn og aðrir þingmenn sem voru kosnir sem óháðir þingmenn í seinustu þingkosningum sem hafa unni mikið með Corbyn á þinginu, þau sendu yfirlýsingu þar sem það var sagt að þetta væri ekki gert formlega á vegum flokksins, hún hefði hlaupið undan sér og ekki haft heimild til þess að senda út þessi skilaboð til þeirra sem hafði skráð sig sem skráð sig sem stuðningsmenn flokksins, og hún svarar svolítið hvasst með því að saka þá Corbyn og suma í kringum hann fyrir gamaldags karlrembu og að virðist þarna hafa svolítið slegið saman kynslóðunum, og þetta fór svona af stað og varð alveg opinbert og virðist hafa afhjúpað svolítið svona einhvern pirring og kannski samskiptaleysi milli þessara hópa í hérna innan þessa nýstofnaða eða óstofnaða, formlega óstofnaða flokks. Og þetta var svolítið fór fram í seinustu viku og undir undir helgina að þá fóru þessir umræðu upp og var svona mikið svona fjölmiðlaefni og virðist nú hafa einhverjir reynt að bera klæði á opnin, meðal annars svona þekktir aðilar á vinstri vægnum eins og Jamie Driscoll sem var hérna borgarstjóri í Newcastle og nágrenni og stuðningsmaður flokksins, og Andrew Feinstein sem langtíma aktivist í Suður-Afríkumaður sem hafði unnið með ANC í Suður-Afríku og var meðal annars þingmaður ANC en býr nú í Bretlandi og tvöfaldur ríkisborgari. Þau hafa svona verið að reyna að bera klæði á vopnin og virðist hafa allavega skilað einhverjum árangri, því að Sara Sultana hefur komið fram í fjölmiðlum núna í morgun þar sem hún lýsir því yfir að það sé mjög mikilvægt að ná sáttum vegna þess að sama tíma, og þetta var sérstaklega áberandi helgina, þá fór svona stað grasrótarhópur sem hundskammaði þau bæði, Söru og Jeremy, og fyrir það að vera í einhverju svona egotrippi og að þau ættu að hunskast til þess að ná sáttum þar sem hreyfingin væri ekki þeirra heldur alls fólksins sem hefði fylgt sér á baki stefnunni, og fólki væri að fylgja sér á baki stefnunni fyrst og fremst, ekki endilega leiðtogana. Já, þetta var hópur sem að kallaði sig Our Party og vildi raunverulega að allir þingmennirnir myndu víkja og flokkurinn yrði byggður upp á grasrótum. Þetta voru hópur fólk sem að tengdist svona hinum og þessum samtökum. En þetta svona raunverulegt aflinn í flokknum, myndirðu ef þú ættir að svona reyna að meta það, hverjir af þessum hópum eru það sem að endurspegla vilja þeirra 750.000 sem hafa skráð sig sem stuðningsaðila þessum flokki? Sko, það ég held að þessi hópur sem að kom fram og vildi að ýta þingmönnum til hliðar hafi hrist svolítið upp í forystuna, og það hafi allavega leitt til þess að það var svona hættar þessar svona yfirlýsingar sem voru svolítið áberandi í síðustu viku. En það sem að held að þessi hópur hafi verið svona komið fram svolítið eins og hérna svona rödd þeirra óanægðu stuðningsmanna flokksins sem seinasta sem þau vilja einhvers konar opinbert stríð á milli leiðtoga flokksins eða þeirra svona sem hafa verið taldir helstu talsmenn flokksins. Þannig að ég held að það hafi verið svolítið speglun á því sem var að gera.
Hins vegar verður að líta á það að eins og bara tölurnar segja, við erum að tala 750 til 800.000 mann sem mun meira, fleiri heldur en hafa verið nokkuð, sko það meira en tvöfalt fleiri en flokksmenn í verkamannaflokknum sem svo stærsti flokkurinn í Bretlandi í dag og miklu fleiri en í íhaldsflokknum eða Reform. Já, þannig að það sýnir sig að þetta alveg íbúinlega breiður hópur. Ég held að sé eitthvað rúmlega 70.000 sem eru í græningjaflokknum, svona til viðmiðunar. Já, nákvæmlega. Og það bara 10% af því sem við erum að tala hér. Þannig að þetta auðvitað mjög breiður hópur. Og ég held að hluti af því ákveðin sko mismunandi aðkoma að pólitíkinni. Það að segja að hluti af þessum hópi þetta fólk sem hefur unnið í verkamannaflokknum. Annar hópur kannski fólk sem hefur unnið í svona öðrum vinstri flokkum eins og sósíalíska verkamannaflokknum sem hefur svona orðað við trotskísma og mörgum svona smáum brotum á vinstri vagnum. Það svona klassísk á þeir sem hafa verið í pólitík lengi. En aðrir sem eru að koma inn, og ég held að svolítið að sérstaklega svona eldri kynslóðin, svona haukar í pólitík eins og Corbyn og fleiri, að þeir kannski skilji það ekki alveg að það hellingur af fólki sem eru að koma inn sem hefur kannski alls ekki tekið þátt í stjórnmálum áður og hvergi fundið sig. Og það hinn raunverulega grasrót sem að rísa upp og ég held að það megi alveg til dæmis líta á stofnun sósíalistaflokksins á Íslandi fyrir 8 árum síðan það að þessir hópar blanda saman vegna þess að stofnun sósíalistaflokksins þá voru þetta stór hluti fólk sem hafði hvergi fundið sig í pólitík og var að koma inn nýtt en hefði verið þetta vinstri vagnum og svo líka svona menn fólk sem eins og ég til dæmis sem hafði verið að dunda við pólitík alveg við áratugi og loksins búin að finna mér svona vettfang sem að mér kunni vel við og ég held að þessir hópar koma að flokknum á allt öðrum mismunandi forsendum og ég held að þetta sé bara þetta eru svona vaxtarverkir ætla ég allavega að vona og ég held að svona þau eru bæði mjög svona bæði Soldana og Corbyn eru mjög svona svolítið geta verið svolítið þrjóskir karakterar og láta ekki vaða yfir sig og stundum tala þau í kross það hefur líka með að gera hversu kynslóðabili á milli þeirra þannig ég held að þetta sé svona vandinn í hnotskurn. En ég held að þrýstingurinn, þetta virðist maður allavega að finna fyrir hérna í Bretlandi í dag, að þrýstingurinn frá grasróti þar að segja ekki þessum svona framamönnum í flokknum allt svo að það verði að hætta þessari vitlausu og snúa sér að því að standa formlega að stofnun flokksins. En þarna einhver svona ágreiningur á milli fólks og kannski einhver svona kultúrmunur milli kynslóða og svona milli bakgrunns hvaðan fólk kemur, úr hvaða baráttu það kemur. En hægt að greina einhverja svona ágreiningum pólitíska stefnu eða áherslur? Í ákveðnu kannski ég myndi ekki segja beint, sko, allur þessar hópar, sko, þessi flokkur þetta breiðfylking vinstri manna með stóru vaffi eins og maður myndi segja og það finnast innan þessara flokks kannski ef maður að skoða þetta svona voru pólitíks allt frá svona sem geti kallað vinstri krata sem eru mjög óánægðir með Starmer og hvert verkamannaflokkurinn hefur yfir í villta vinstrið og það eru auðvitað einhverjar áhæstur við munur ég held þetta sé meira áherslu munir sem eigi, sko, ég held að svona þessi sósíalíska grunnhugsjón í sameina flokki. En ég held að þessi svolítið ákveðnu leyti líka
áherslu munir sem að hafa svolítið með kynslóðarnar að gera. Það er að segja að ungt fólk yngra fólk kemur inn í stjórnmálin kannski á aðeins öðrum forsendum. Þau koma oftar en ekki yngri kynslóðirnar, sérstaklega yngstu kynslóðirnar, það koma inn í stjórnmálin í gegnum aktivisma. Til dæmis í palestínsku baráttunni fyrir gegn þjóðamorðin í Palestínu, í grænum málum, baráttunni gegn hamfarahlýnuninni, og oft þetta fólk sem búin að vera mjög aktíft í svona eins og maður segir jafnvel götubaráttu, meðan að eldri kynslóðirnar fóru inn í pólitíkina þegar þau voru ung, meira inn í, þau kom inn í stjórnmálin og aktivismin spratt út frá flokkum. Meira svona, til dæmis að taka sér dæmi með Corbyn sjálfan. Hann gengur ungur í verkamannaflokkin, en hann verður síðan mjög áberandi í til dæmis baráttunni gegn apartheid, og var handtekinn meðal annars fyrir að mótmæla apartheid í Suður-Afríku, og hann var mjög aktífur í svona baráttu á götunni, baráttu gegn National Front, sem svona fyrirrennari svona þessara fasísku afla sem eru núna orðin áberandi í Bretlandi í gegnum Tommy Robertson. National Front þróaði síðan út í British National Party sem nú bæði svona horfin, og baráttan á lok 8. áratugsins, svona milli 75 og 80, þá var svona mikil barátta sem tengdist meðal annars líka tónlist, punkinu, það sem tókust á rasistar í National Front og vinstri sinnar á götunum, og Corbyn var svolítið áberandi í þessari baráttu, en baráttan spratt svolítið, þó hún hafi verið nokkuð breið og sterk, þá komu menn inn í þessa baráttu fyrst og fremst vegna þess að þeir komu sem sósíalistar inn í hana, meðan að nýri kynslóðir eru meira, þau verða sósíalistar við það að taka þátt í svona aktífri baráttu gegn fyrir réttindum innflytjenda, réttindum og ýmsum svona málum sem hafa brunnið á yngri kynslóðinni. En nú stofnað til flokksins bara nafnið þinn flokkur, og maður sér fyrir sér að alls konar fólk út allt Bretland sér fyrir sér flokki sem að það búið verið að bíða eftir, en ef að þú myndir skoða allan hópinn, þá þetta ekki sami flokkurinn sem að fólk var að bíða eftir. Ekki svolítið gefið að þegar að dregur að stofnun og þegar dregur að mótun stefnu og áherslna og val á forystu og öðru slíku, að það verði hópar inn í flokknum sem að upplifa að þróunin sé ekki eins og þau vildu, og jafnvel þvert á það sem að þau vildu. Þannig þetta ekki svona púðutunna að stofna til flokks, að byrja svona allra víðast og ætla einhvern veginn að halda þessu saman, en samt undir svona slagorðunum að loksins sér þú búin að fá þinn flokk? Jú, þetta auðvitað, ég held að hluti af vandamálinu að viðtökurnar við þessum flokka hafa verið framar öllum vonum, meira að segja þeirra sem stóðu að stofnuninni. Ég held að enginn búist við því að milli 750 og 800 manns myndu skrá sig sem stuðningsmenn flokk sem var ekki búin að stofna, sem var í sósíalískur flokkur vinstra megin við verkamannaflokkin, og þannig að það eru auðvitað miklu fleiri, þeim fleiri sem koma að stofnun flokksins, þeim auðvitað væntingarnar eru eins og þú segir, að þetta þinn flokkur, okkur sagt, og það eru allir með sína hugmynd hvað þeirra flokkur er. Það getur verið ákveðnir hópar sem hafa einhvers konar svona mjög svona
orðum það þannig kannski vera með einhvers konar mjög sterk drög að því hvernig flokkurinn eigi að vera sko hugmyndafræðilega, skipulagslega og svo framvegis, svo framvegis, svo framvegis. Svo eru kannski aðrir sem að frá hinum enginum sem líta á þetta sem baráttutæki fyrir almennum hugsjónum réttlæti og jöfnuð og manneskjulega samfélagi og svo hérna allt á milli. Það er auðvitað erfitt að gera öllum til geðs en ég held að sko það er allavega meðan að sko hættan, það er alveg klár hætta á því að Reform sem er popúlískur hægri flokkur með jafnvel svona fasískum elementum eða svona protofasískum elementum innan flokksins alveg klárlega geti náð einfaldlega völdum í Bretlandi og það slík hætta á það til að þjappa fólki saman og menn líta á Starmer og klíkuna í kringum hann í verkamannaflokknum líta á það sem gersamlega bara dautt afl pólitískt þannig að þetta er kannski helsta það sem gæti þjappa mönnum saman en það er ekkit ólíklegt allavega þegar framvindur og maður sér það er ákveðin pirringur á milli ákveðina einstaklinga, áberandi einstaklinga innan flokksins að það er auðvitað ákveðin hætta á því að ákveðin öfl gætu sér fært að reyna að beygja breiðfylkinguna sem slíka að sínum hugmyndum hvað flokkurinn eigi að vera. Það er alltaf auðvitað ákveðin hætta á því. En eins og staðan er allavega til skammstíma þá finnst mér líklegra að það sem sameinar standi upp úr og menn svona slíðri sverðin allavega til skammstíma. Já. Við lifum á tímum svona popúlískra stjórnmála og þá eru flokkar oft snúast í kringum einn einstakling. Það er Nigel Farage, hann er búinn að safna kringu sig fylgi sem er 30%, mælist langstærsti flokkurinn í Bretlandi og flokkurinn er fátt annað en hann kannski. Er einhver inn í þessum nýja flokki sem að er fyrirsjáanlegt eða líklegt að hópurinn muni fylkja sér sem sinn foringja en því að nú birtist hann raunverulega sem svona tvíhöfða og það eru kröfur eins og þú vísar í áðan að finna síðan einhverja altara fórustu. Er eitthvað fórustufólk þarna sem er líklegt til þess að leiða flokkin í framtíðinni eða á þetta verða svona grasrótarflokkur. Píratarnir voru að samþykkja núna helgina að fara að kjósa sér formann, þeir voru að gefast upp á því að hafa ekki formann. Ég veit ekki hvort að sé sniðugt að vísa í það, en sérðu fyrir þeir einhverja svona nýja fórustu sem er þarna að verða til? Bæði Sultana og Corbyn er auðvitað svona veteran og hann náði mjög vel til sérstaklega ungfólks þegar hann var formaður verkamannaflokksins og hann svona kveikti pólitískan áhuga hjá heilli kynslóð fólk sem hafði verið svona á jaðrinum, kannski haft áhugjur af ákveðnum málum en það fylgdi sér bak við Corbyn og það var svona ákveðin svona leiðtoga stemningi kringum Corbyn, alveg klárlega. Sara Sultana hefur verið að byggja sér upp svona prófíl á vinstri vagnum töluverðan tíma. Hún er ekki þó hún sé unga þá er hún ekki nýgræðingur í pólitík en hún hefur svona verið að byggja upp prófíl meðal annars á netinu í gegnum samfélagsmiðla og svo framvegis. Og ég held að það sé við vilja gert að þessi tveir einstaklingar er svona látnir halda utan þetta. Ég sé ekki neins konar popúlískan leiðtoga, svona vinstri popúlískan leiðtoga kannski rísa beint allavega til skammstíma. Mér finnst líklegra að það verði svona meira lífræn sem sé að það muni kannski einhverju leiðtogar
leiðtogi eða leiðtoga spretta út innan úr flokknum. Þannig að sem náði vinsældum gegnum með því að vera kannski áberandi eða vinna mikið vel fyrir flokkin. Corbyn auðvitað orðinn 70, verður 76 ára á þessu ári. Þannig að hann ekki beint sko svona framtíð flokksins. Ég held að það sé alveg á hreinu. En aftur á móti hann mjög mikilvægur vegna persónulegra vinsælda sinna og hvernig hann hefur náð til sérstaklega ungs fólks. Mjög mikilvægur við það að koma flokknum á koppinn og ég held að hann auðvitað vill hafa einhver svona tök allavega í upphafi en hann gerir sér grein fyrir því og ég held að þess vegna hafi hann svona samþykkt að vera svona að deila forystunni með manneskju og að hoppa yfir eina pólitíska kynslóð á milli sem Sara Sultana var. En ég sé ekki að einhver einstaklingur eigi eftir að verða svona superstjarna allavega til skamms tíma en ég held að það sé ekkit endilega nauðsynlegt heldur þó að áberandi einstaklingar geti hjálpa flokknum sérstaklega að komast af stað. Já. Herðu, það var kosning nýja formann í græningjaflokknum, Zach Polanski sigraði það örugglega. Hans svona stefnuskrá var vinstri sinnuð efnahagsmál og mörgu leyti hann skoðanabróðir margra þeirra sem hafa horft til nýja flokksins. Í stjórnmálum skiptir traust alltaf miklu máli og þetta svolítið áfall, þessi ágreiningur inn í flokknum og margir fljótir að fara að dæsa að svona hluti þetta enda allt í einhverju rifrildi. Getur verið að hluti af fólkinu horfi til græningja að þarna sé skipulagður flokkur sem búinn að gangi gegnum forystu krísu og líklegri kannski til þess að ná árangri heldur en þessi svona ómótaða fjöldahreyfing sem að Your Party á að verða? Klárlega. En það og það munu einhverjir, þetta munu örugglega styrkja Zach Polanski innan flokksins. En ég held að hann sko meðal annars eitt af því sem hann sagði þegar hann vann stórsigur sinn í kosningum formann græningja eða leiðtogagræningja var það að hann vildi sko stofna til svona vinna náið með vinstriöflum meðan að svona gamla kynslóðin vildi sko sem minnst með aðra hafa og þannig að ég held að það var alltaf leið í kortunum að nýr sósíalískur flokkur og græningjar myndu hafa einhvers konar kosningabandalag. Slíkt bandalag gæti reynda virka mjög vel vegna þess að það eru svona ákveðin staðbundin vandamál sem að græningjar eiga við að þeir eru til dæmis þeir eru sterkir á Suður Englandi, þeir eru reynda sterkastir þar sem að svona millistéttin, svona ríkari svæðum Englands, þar sem að millistéttin frekar sterk og hafa náð mjög vel til svona vinstri sinnað millistéttafólks. Zach Polanski vill breikka þetta út og hluti af því það meðan að nýr sósíalískur flokkur mun alltaf sækja töluvert til svona sérstaklega stórborgana, ekki bara London heldur líka stórborgana í norðrinu sem að græningjar hafa oft verið í vandræðum með nema bara svona sem óánægjufylgi eins og Manchester, Liverpool, Newcastle, bara að taka nokkur dæmi og þannig að ég held að margir svona sem ekki í hringiðunni á vinstri vangnum að þeir sjáu fyrir sér einhvers konar kosningabandala þarna á milli. En það alveg, ég held að það sé alveg ljóst að það eru einhverjir, sérstaklega kannski fólk sem hefur ekki verið mjög virt í pólitík, en með svona sterkar skoðanir, að það sé ég nenni ekki að taka þátt í það þegar þau eru byrjuð að rífast án þess að stofna flokki. Ég held ég snúi mig frekar bara því og gangi í græningjaflokki. En eins og þú bendir á, að þá innan við 70.000 mann sem eru félagar í græningjaflokknum og innan við 30.000 sem kosu formann í leiðtogakosningunum. Þannig að
við erum að tala miklu stærri hóp sem eru allavega lýst yfir vilja til að styðja þetta nýja afl. Herðu, það forvitið að fylgjast með þessu, Guðmundur Auðunsson, og takk fyrir að hjálpa okkur við að hafa, að fylgjast með þessum hræringum inn í hennum óstofnaða flokki sem að nú einhverju 2 mánuðir þangað til að vera stoppfundur, það ekki? Jú, það er svona hugmyndin að þetta verði allavega, þetta verði núna í haust en það er verið að tala líklega að byrja nóvember eða seinna. Ég heldur vil ég ekki fara langt inn í desember, en það er allavega á plönunum og það verður allavega athyglisvert að fylgjast með þessu og ég hlakka til að koma hérna aftur á samstöðina að halda áfram að spjalla þetta og önnur málefni að sjálfsögðu. Herðu, kæra þakkir. Takk fyrir. Takk hérlega. En við ætlum að snúa okkur að allt öðru hér við rauðaborðið næsti kafli eftir augnablik. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.